Góðan dag, ég heiti Hartmann og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem snýst uppgerð í VAF-8-vél í Dodge Magnum. Í þessu verkefni lærði ég að taka mótor upp úr 2 bílum til að gera einn góðan og pantaði mest allt nýtt í hann svo að ég verði með góðan og þétta mótor. Verkefni í stuttu máli, þá var ég með 2 bíla, svarta Magnum kagginn sem fær uppgerðar mótor og grái Magnum sem fær lífsgjafinn og verður bara notaður í parta. Byrjað var að koma svarta Magnum minn úr geymslu og farið með hann inn í aðstöðu á Reyðarfirði. Eins og sést á mynd er hann þarna á kerru á leiðinni til Reyðarfjarðar og svo neðri myndin á bílum sem ég ætla að nota til að gera þennan bíl upp. Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta verkefni er út af því að svarti Magnum minn er ekki bara einhver bíl, heldur hefur hann verið í fjölskyldunni síðan 2010 og lengi haft áhuga á að bjarga honum. Árið 2019 var hann tekinn á númerum út af því að vélinn bilaði og síðan þá hefur hann basically staðið og beðið eftir að einhver aðstaða og tími fyndist til að gera eitthvað í þessu. Þegar ég fekk loksins tækifæri ákvað ég nota lokaverkefnið í skólanum til að láta það gerast. Svarti Magnum minn er fjórhjóladrifinn og það sem gerðist var að stangarlegan fór og þá skemmdist sveifárásinn og vélinn því ónothæf. Það sem ég vildi gera var að endurvekja bílinn en að gera réttan hátt. Planið var fyrst að skipta sveifárásinn en svo endaði því að nú þegar ég er komin svo langt að panta bara nýja stimpla líka og það sé hægt að segja að það væri búið að taka mótorinn alveg í gegn. Grái Magnum minn er 2005 og er afturhjóladrifinn. Ég keypti hann 2024 bara til að hafa hann sem partabíl því að hann var alveg hugriðgaður og búinn að vera í Keflavík mest allt sitt líf. Það sem var hægt að nota var aðalega sveifárásinn en svo er þessi bíl líka búinn að nýtast mér í margt annað, til dæmis drifið og sætin. Úrtakan úr svarta Magnum gekk hægt og rólega en gekk samt og það hjálpaði afi minn mér mikið eins og má sjá á myndinni. Fjórhjóladrifs uppsetningin gerði allt þrengra og aðgengið að ákveðnum hlutum erfara að komast að. Til að sleppa smáatriðin þá var bara allt tekið ofan af og alveg að blokk svo auðvitað það sem er við mótorlósið að stýristæluna frá og tekið allt niðurinn af. Tekið vaskassan í burt og svo það væri pláss að koma mótornum upp úr. Svo kom bara að því að fjarlæga allt undir og í kringum skiptinguna. Eitt sem ég man sérstaklega var að startarinn, hann var bílstjóramegin og það var ógeðslega leiðilegt að komast að honum vegna þess að framdrifið var eiginlega bara pínu fyrir. Það þyrfti að fjarlæga innra brettið og tjakka framdrifið aðeins upp svo hægt var að fjarlæga startarann frá. En þegar allt var loksins laust undir mótornum þá tókst að lyfta honum úr og koma honum á stand. Úrtakan úr gráa Magnum gekk mun betur þegar ég var líka búinn að prófa að taka úr eins og svarta. Það sem fór öðruvísi er samt að ég tók framendan af og ákvað að taka hann úr með skiptingu með og ætlaði hvort sem er að nota skiptinguna í annað verkefni. Þá var líka mikið betra aðgengi og þetta var nú eiginlega bara allt alveg eins nema það að núna var startarinn í þessum farþegamegin og það var mjög þægilegt að komast að honum. Það var svona stærsti munurinn sem ég sá. Út af því að þá var framdrifið heldur ekkert fyrir manni. Það er ekkert framdrifið í þessum. Það væri samt alveg hægt að nota vélina úr þessum og yfir að það þyrfti þá bara að skipta olíupennu og pick-upið. Þegar vélinn var komin á stand, byrjaði alvöru niðurrif. Ég byrjaði á botninum, tæmdi oljuna og tók oljupennuna af til að sjá strax hvort það væri ekki allt í lagi með hann á mótor. Þegar vélina var komin, síðan var tekið sem var framan á vélina, losa hluti eins og alla legur og strekkjaran og vaðstælan. Þegar
kom reyndar svolítið á óvart þegar ég tók vaskahúsið frá að það er byrjað að tærast í vaskahúsið eins og sést á myndinni og eins og sjáðu þannig að hægra horninu. Svo losaði ég olíudæluna og tímukeðjubúnaðinn. Eftir það fór ég og tók það sem var ofan á mótornum. Ventlalókin af, hedd af og undirlyftuna tók ég bara með heddunum. Setti alla bolta í sína dalla, merkti hvaðan þeir komu því ef maður ætlar að setja þetta saman aftur þá þyrfti að vera með skipulag á því hvaða bolti kom hvaðan og spara mann líka mikinn tíma þegar það fyrir samsettingu. Að lokum fór ég það að losa restina, stimpla, stangir, kambás, sveifarás og þá var ég komið með blokkina tóma. Hér skoðaði ég sveifarásana úr báðum mótornum og barð þá saman. Á sveifarásnum úr svartabílnum sást strax vel slitið eins og sést vel hérna á myndinni. Ég notaði mikrómeter og mældi fleiri en einum stað á sama hálsi til að athuga keilu og sporöskju. Í gráamagnum minnum var frávikið lítið og 0,1 mm sem er innan skekkjumarka og yfirborðið leit vel út. Hægt var að nota sveifarásina. Í svarta mótornum var frávikið mun meira og var allt 0,6 mm sem er allt mikið. Munurinn á bílunum er fyrst og fremst að svarti er auðvitað 2006 fjórhjóla og hinn er 2005 afturhjóla. Það sem ég tók mest eftir var að eggingið, eins og ég talaði áðan, með startanum og plássaði kringum mótornum er þrengra í fjórhjóldari spilnum. En þetta er samt sama 5-7 grunnbyggingin og þetta virðist allt eins nema olíupannan sem fer eftir hvort þú ætlar að hafa framöxla eða ekki. Svo er skemmtilegt að segja að NDS-kerfið er eitt af því sem má nefna með munin á arfgerðunum. Í 2006 spilnum þá var hann með NDS-kerfi sem getur slökkt á 4 af 8 sílindrum. Þá sílindur 1, sílindur 4, sílindur 6 og sílindur 7. Og svo fer það aftur í alla 8 sílindra þegar álag eykst. En það skiptir máli að vita þessu þegar maður blandar hlutunum á milli árgerða og stýringar. Og það hjálpar að skilja kerfi til að túlka hegðun vélarinnar rétt. Flesti valhlutinir voru pantaði frá Pro Engineer Rebuilders og eitthvað frá Rock Auto. Ég ætlaði fyrst að panta stimpilsetti frá Rock Auto en það var uppselt. Ég fann þá mjög flott stimpla rebuild kit og undirlyftusett hjá Pro Engineer Rebuilders sem það myndi þá fylgja með flest allt sem þyrfti. Það kom í ljós að þeir senda ekki beint til Íslands, að ég prófaði að senda þeim tölvupóst til að athuga hvort það væri einhver leið til að redda sendingu og þá þeir segðu bara að ég þyrfti að finna einhvern milli aðila í Bandaríkjunum sem þeir myndi taka á móti pakkanum og senda svo til Íslands. Ég fór því að spyrja bílavinni mína, Stefán, að hvort þeir eru reynsla því að panta svona hluti í gegnum millilið. Þá kom ljós að það var hægt að nota MyUS sem er fyrirtæki í Bandaríkjunum sem tekur við sendingum, geymir pakkana þangað til að þeir eru allir komnir og sendi síðan áfram til Íslands. Ég ákvað að prófa það að panta frá MyUS og þeir pöntuðu fyrir mig frá Pro Engineer Builders og síðan þá hef ég verið að bíða eftir sendingu og það kom í ljós að pakkin hafði ekki borist áfram eins fljótt og áætlað var, sem gerði verkefnið stopp því mér vantaði þessa hluti til að halda áfram. Ég hefði stefnt á því að vera búinn að setja mótorinn saman og í bílinn, en biðin af varahlutum hefur haft áhrif á tímaáætlunin og vonandi leysist þetta fljótlega svo ég get halda áfram með samsetninguna. Rebuild kitið inniheldur helling af hlutum sem þú þarft og ætlar að gera vélina almennilega upp. Það eru stimplar og stimpilsringir, stangalegur
og aðalegur og svo pakningasett sem með því fylgir alla pakningar nema undirlyftu pakningar sem ég panta þá bara frá Rockado. Einnig fylgir tímakeðjusett, olíudælur og frosttapar. Staða verkefnisins núna er svo að niðurrif og undirbúningur er langt kominn en lokasamsetningin hefur tafist og ég er búinn að bíða í 2 mánuði og lítið hefur frest sem hefur haft áhrif á þessu. Ég ætla að vera komin miklu lengra og ætla að vera búinn og hefði viljað að mæta á bílnum. Það sem ég hef gert á meðan er að klára niðurrif, þrífa, skoða og undirbúa allt og vera klár leið og hlutinni koma. Næstu skref verður þá bara samsetning með nýju hlutum, herða allt í spekk og setja mótorinn í bílinn. Það sem ég lærði af þessu verkefni er margt. Í fyrsta lagi lærði ég að rífa vél niður á skipulegan hátt, merkja hluti og taka eitthvað af myndum. Í öðru lagi lærði ég að skoða og meta í hluti og prófa slitmæla og í þriðja lagi lærði ég að panta rétta varahluti, leysa praktísk vandamál eins og sendingar sem getur tekið meiri tíma en maður heldur. Og í fjórða lagi er að fara og læra hver spekkin eiga að vera. Því það er sem gerir vélina áreiðanlega og í heildina var þetta verkefni miklu meira en bara skipta mótor. Þetta var verkefni í skipulagi, greiningu og faglegum vinnubrögðum. Þegar vélinn fer aftur í bílinn vill ég líka geta treyst því að hann þurfi ekkert mikið viðhald nema olíuskiptin. Og eins og staðan er núna að þá er hún svona og koma vonandi bara varahlutinni bara sem fyrst. Takk fyrir mig.